Grindvíkingar hafa á síðustu viku verið minntir og þyrmilega á ofurkrafta náttúrunnar eins og reyndar stundum áður. Og á liðnum áratugum og árhundruðum þá hafa Grindvíkingar þurft að standa saman þegar á reynir. Og samheldni fólks í sjávarbyggðum eins og Grindavík hefur verið mikil alla tíð og það var nauðsynlegt þeirra á öldum til að lifa af í harðri baráttu við óblíða náttúru og veðurfar. Og hér hefur fólk stundum tekist á og látið skoðanir sínar tæpitungulaust í ljós. En þegar á reynir þá standa íbúar saman sem einn maður og fagna líka saman þegar ástæða er til. Og með tilkomu björgunarsveita og þeirra fjölþætta búnaði, betri skipa og aðbúnaði sjómanna, ekki síst slysavörnum, fræðslu, æfingum og þjálfun, er svo komið að sjóslys heyra til algerra undantekninga. En þessa mundir þá stöndum við frammi fyrir annars konar áskorun en sjóslysum, forðum, og það er að sjá til þess að hugsanleg náttúruvá valdi ekki slysum á íbúum og öðrum þeim sem hérna dvelja. Og með vel undirbúnum viðbragðsáætlunum, fræðslu og samstilltu átaki að þá göngum við fumlaust til verka. Við njótum góðs af afar færum jarðvísindamönnum, öflugum björgunarsveitum, almannavörnum og öðrum viðbragðsaðilum. Tæknin og tólin sem við búum nú yfir og ekki síst stöðug vöktun á jarðhitakerfinu eru þess eðlis að við getum fumlaust búið svo hnútana að öllum verði hér vel borgið. Við þurfum að fylgjast vel með framvindu mála, leita upplýsinga og kynna okkur vel hvernig skuli bregðast við ef aðstæður breytast. Lífið sjálft er stundum eins og keppnisíþrótt og þar skiptast á skin og skúrir. Gleði og sorg eru tvær systur. Þessar mundir er íþróttin sú að íbúar Grindavíkur vinni sigur og að bæjarfélagið okkar verði áfram griðastaður, skjól og vettvangur öflugs mannlífs og atvinnurekstrar ókomin ár. Megi öllum farnast vel. Takk. Ef til goss kæmi við Grindavík verður hægt að ýta upp varnargörðum til að stýra hraunflæði. Starfsmenn verkfræðistofu Suðurnesja hafa undanfarið skoðað hvernig verja megi byggð og önnur mannvirki fyrir hugsanlegu hraunflæði ef til eldgoss kæmi vestan við Þorbjörn. Sú leið sem mönnum finnst vænlegust er að ýta upp varnargörðum með stórum jarðýtum. Þetta yrði útfært þannig að notaðar yrðu 6 til 8 jarðýtur af stærstu gerð sem myndu ýta upp varnargarði eða görðum sem myndu leiða hraunrennsli frá byggð og mikilvægum mannvirkjum, segir Brynjólfur Guðmundsson, framkvæmdastjóri verkfræðistofu Suðurnesja í samtali við Víkurfréttir. Magnús Tumi Guðmundsson, jarðeðlisfræðingur hjá Háskóla Íslands, er á sama máli á starfsmenn verkfræðistofu Suðurnesja. Hann segir að reynslan úr Vestmannaeyjum sé sú að hægt sé að hafa áhrif á hægfara hraunrennsli. Þegar gosmál eru rifjuð upp frá Vestmannaeyjum þá var einmitt Suðurnesjamaður sem kom með hugmynd hvernig mætti hafa áhrif á hraunrennslið á sínum tíma. Magnús Tumi segir menn hljóta að grípa til aðgerða eins og mögulegt er, eins og að nota jarðýtur og dæla vatn. Já, reynslan úr Vestmannaeyjum sýnir að það er hægt að hafa áhrif. Hins vegar ef það er svona, hvað maður segja, hægfara hraunrennsli og það er hægt að hafa áhrif á það en svona þegar svona fyrsta sólarhringinn eða 2 þá hefur nú erfitt að koma hlutum við en menn sjá það nú alveg fyrir sér og það hefur verið rætt að ef að verða svona gosa þá hljóta menn að grípa til þeirra ráða sem mögulegt er og nota jarðýtur og hugsanlega dæla vatni og slíkt. Það er auðvitað lítur að koma til álita og skoða það hvort það sé að koma því við. Þetta er bara hlutir sem þarf að skoða og svona velta fyrir sér á næstunni að ef til þess kæmi á að gera eitthvað svona. Þetta er bara, við erum náttúrulega, ef eitthvað svona gerist,
þá verðum við náttúrulega að slást með þeim ráðum sem að til eru og við þurfum ekki að gefast upp og horfa á bara hlutina að gerast ef við teljum að við getum haft áhrif. Það er bara hlýtur að vera Grindavík náttúrulega ef menn teldu að það væri eitthvað í hættu hér og það væri hægt að vera með fyrirbyggjandi aðgerðir. Þá ég efast ekkert það myndi maður ganga undir mannshönd og allir koma með þær jarðýtur sem hægt var að koma með og dælur og setja allt í gang. Það er mjög mikil vöktun hjá okkur á þessu svæði núna. Er þetta ekki mjög vel monitorað hérna orðið þetta svæði? Jú, það er sko, Veðurstofan er með jarðskjálftamæla og GPS-mæla og Háskóli Íslands og Jarðvísindastofnun, þar sem ég starfa nú. Þar eru rekur í samstarfi við HS Orku GPS-mæla til að fylgjast með breytingum og síðan er HS Orka með mæla sem fylgjast með gasi og þeir fylgjast með mögulegum breytingum í vatni í jarðhitakerfinu og það er verið að bæta í þetta allt saman. Íslenskar orkurannsóknir, ISOR, þeir hafa verið núna síðustu daga að nota sem kallaði þyngdarmælingar til þess að skoða hvort það eru breytingar frá eldri tíð og sérstaklega til þess að geta þá gert svona mælingar aftur til að sjá hvaða breytingar verða á næstunni. Þannig að það er það er allir með í þessu og gera það sem geta og yfirvöld hafa sagt að það verði ekki til spara til þess að láta gera það sem þarf.